Já, munið eftir þessari bók hérna. Rannsóknarskýrsla Alþingis kom út í 8 bindum. Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir. Þetta átti að verða grundvallarrit hins nýja Íslands. Kannski ekki margir að lesa þetta nú, en þú hefur verið að gera það, Þorleifur Örn Arnarson, og þú ert að setja upp leiksýningu sem heitir Guð blessi Ísland, og þetta er leiksýning sem er byggð á rannsóknarskýrslu Alþingis. Til hvers ertu að gera þetta? Þegar að ég og Mikael Torfason sem er að vinna handritið þessu með mér vorum að gera Njálu sem einhvers konar svona samfélagslega rannsókn á íslensku þjóðarsálinni og litum kannski á Njálu sem svona 800 ára gamalt Wikileaks-skjal íslensku þjóðarsálina og ættbálkasamfélagið og klofninginn og hvernig við brjótum samfélagssáttmálann. Þá fór ég að horfa inn í, hugsaði með mér, hvað á maður að gera næst? Hvernig heldur maður áfram með þessa rannsókn? Og ég sat inn á æfingu og allt í einu rann upp fyrir mér, við eigum nútíma Íslendingasögu. Við eigum sögu þar sem höfðingjarnir okkar og þeir sem hafa bæði klappað okkur og brotið á okkur, komu og settu fram sína sýn. Og ég hugsaði með mér, væri ekki ofboðslega magnað að taka þetta rit sem var lesið í beinni útsendingu í Borgarleikhúsinu þegar hún kom út og skapa í rauninni einhvers konar samfélagslega skoðunarstöð á því hvað hefur rauninni gerst, hvort þetta hefur haft einhver áhrif. Og vinna í rauninni með þetta sem einhvers konar uppskrift af Íslandi og kannski einhver svona djúpstæða sýn inn í hvernig við erum í raun. En það var með sér samþykkt í framhaldi af þessu var með sér samþykkt þingsályktun til Alþingi sem sagði, nú ætlum við að bæta ráð okkar, við ætlum að hafa hlutina öðruvísi sem þeir voru. Það var soðið upp úr þessu. En hefur það tekist? Nei, ég held að það hafi ekki tekist og þetta er svo áhugavert þegar maður fer að grafa ofan í þetta, því að þetta verður svolítið eins og að lesa leikverk sem maður er búin að sjá svo oft áður og maður upplifir að það hafi í rauninni, sérstaklega pólitísku orðræðu, það hafi svo ofboðslega fátt breyst. Og leikhúsið í sinni tærustu mynd er rannsóknarstöð, er samfélagsleg rannsóknarstöð. Og ég hugsaði með mér eins og Grikkirnir sem komu saman og í samfélagslegum tilgangi og sem steig hluti samfélagsins upp á svið og setti grímur og kallaðist á við sögu sína, guði sína og gildi sín. Úr því varð einhvers konar katharsísk upplifun. Og ég hugsaði með mér, gætu við gert það sama? Gæti leikhúsinu kannski tekist, þar sem að pólitíkin hefur ekki tekist, sem er að horfa inn í þetta og reyna að sjá og skilja hvað það er í menningun okkar, hvað það er eins og þið voru að tala áðan, hvað það er í gildunum okkar og hvað það er í tíðarandanum sem að við komumst ekki með í gegn og kannski í stað eins og listinni þar sem að maður þarf ekki að hengja sig í flokkadrætti og maður má stundum vera pínkulítið dónalegur og maður má stundum hlæja sjálfum sér, væri hægt með sambland af hörku og auðmýkt að kannski upplifa smá svona ljós við endan á göngunum. Og ég sem þessi skýrsla, hún einhverju leyti kannski í staðinn fyrir að verða einhvers konar heilunarplagg, dró hún eiginlega bara nýja víglínu. Og við færðum bara víglínuna og í kjölfarið kemur Landásmálið sem var hræðilegt mál og skemmdi öll þessi ferli og síðan kemur stjórnarskrármálið og það er svo áhugavert að því að það var svo mikill friður og svo mikið opið og svo mikið gegnsæi í vinnu í kringum það og það er ekki fyrir hún kemur út sem allt í hennu byrjar ofboðslega orðarhríð í minnihlutans gegn henni. Þannig að pólitíkin virðist vera ófær að takast á við stórveiki. Þau koma öll að segja við þurfum að hegða okkur öðruvísi og það er ekki trú og það er ekki traust á okkur, en þeir halda áfram í sömu pólitíkinni. Við horfum, netið er fullt af neikvæðum auglýsingum, það er ekki verið að eiga raunverulegt samtal. Það er verið að henda fram
nýjum og nýjum svona skoðanabombum og neikvæðni og ég hugsaði sko leikhúsið niðurgreitt af skattgreiðendum og ég líti á það sem hlutverk mitt sem listamanns á launum hjá íslensku þjóðinni að veita íslensku þjóðinni skjól og einhvers konar rannsóknarlegt skjól og þess vegna fannst mér þetta alveg svo Njála varð einhvers svona karnevísfestival hugsaði hvernig væri að skapa í Borgarleikhúsinu í kringum rannsóknarskýrslunni einhvers konar svona surrealíska rockóperu hver við erum bæði í sko stóru myndinni og smáu og í verkinu munum við í rauninni frekar en að fara með skýrsluna sviðsetja bardagan sannleikan og bardagan það að geta ekki klára þetta upp. Nei, vegna þess að sko þegar skýrslan kemur fram og í einhvern tíma og eins og ég segi það var að samþykkt þessi ályktun á Alþingi þá voru menn einhvern veginn fyrst þorðu menn ekkert að anda yfir henni hún var einhvern veginn eins og heilagt orð í smá tíma sko. Og svo einhvern veginn bara gleymist þetta bara gleymdist og sökk og þetta hérna, ég fann þetta hillu upp á fréttastofu, ég held að ég sé búin að farga mínu eindaki, þetta er svakalegt. Já. Hvað að mér? En það má auðvitað velta fyrir sér, var þetta rétta tækið? Já. En fyrst við ákváðum að fara þetta tæki, að þá hefði þurft í rauninni að halda áfram með einhvers konar opið ferli og kannski erum við að fara að gera það í leikhúsinu. Kannski þetta plagg sem að það var ekki hægt 2, 3, 4, 5, 6 árum eftir meðan að fólk sveið ennþá undan þessu og ég held að íslenska þjóðin, fólki sem ég þekki sem í atvinnulífinu, það löngu bara farið aftur að vinna. Það ekki lengur í hrunástandinu, en pólitíkin það ennþá. Og að kannski getur leikhúsinu tekist að taka þetta inn á næsta skref sem að skoða þetta sem í einhvers konar umfjöllunarefni okkur sjálf. Því það eitthvað í þessum ómöguleika að þurfa að í rauninni að takast á við sjálfan sig sem pólitíkinni ofviða þessar myndir. Já. Og þetta mun heita Guð blessi Ísland og verður sýnt í Borgarleikhúsinu. Við frumsýnum næsta föstudag. Og bara föstudag. Þið náðu þessu fyrir kosningar. Það er mikilvægt að náðu því fyrir. Við vorum bara ákveða þetta áður en að þau ákveða að grenja kosningar. Ok, þetta kemur sem innleggin í kosningarnar kannski að sinna. Þorleifur Örn Arnarson, þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn. Þetta búið hjá okkur í dag. Við verðum hérna, eða Fanny Birna verður hér eftir viku með gesti og svo það kosningarnar sem eru þar næsta. Já, þær gerum upp þar næsta sunnudag.